Í efnafræði þá er kerfi eitthvað afmarkað svæði sem er verið að skoða hverju sinni. Kerfi geta bæði verið opin og lokuð, þar sem að munurinn þar er sá að í opnu kerfi þá geta hlutir komist inn og hlutir farið út, en í lokuðu kerfi þá kemst ekkert, getur ekki átt sér nein breyting á innihaldinu. Við tölum að kerfi sé einsleitt ef að kerfi sem við erum að skoða inniheldur aðeins einn fasa, það er að segja það sem eingöngu fast efni, vökvi eða gastegund. Þannig að í þessu lokakerfi hér væri gas og ekkert annað, þá gæti þetta verið einsleitt kerfi, en annað skilyrði er það að skiptir ekki máli hvaðan ég tek sýni úr þessu gashylki, að ég myndi alltaf fá sömu niðurstöðuna. Misleitt kerfi hins vegar er það kerfi sem er þá gert til dæmis úr bæði vökva, kannski vatni og gasi, einhverju eða bara andrúmslofti, og það til dæmis skiptir máli hvort ég taki sýni hérna eða hérna, ég fæ ekki sömu niðurstöðuna augljóslega. Ég get líka verið með einsleitt kerfi þó það sé opið, en þá lít ég einfaldlega á vatnspartinn hér sem sérstakt kerfi, að því gefnu að ég get ekki sýni hvar sem er úr því og fá alltaf sömu niðurstöðuna. Í efnafræði þá er lausn skilgreind sem einsleitt blanda tveggja eða fleiri efna, þar sem eitt af efnunum í lausninni er þá leysirinn, en hin efnin eru þá leyst efni. Í lausninni, ef ég verði með ílát, þá er það svo að sameindirnar sem eru uppleystar í vatninu, þær dreifa sér lausnina á nokkuð jafnan skipulegan máta, og ef þetta er einsleitt blanda, þá skiptir aftur ekki máli hvaðan ég tek sýni, ég fæ alltaf sömu þá niðurstöðuna. En mikilvægasti leysirinn sem við þekkjum er einmitt vatn, sem hefur formúluna H2O. Lausnir þurfa hins vegar ekkert endilega að vera fastefni leyst upp í vökva, heldur geti verið með tvö fastefni blönduð saman, ég geti verið með gastegundir blandaðar saman, ég geti verið með gas leyst upp í föstu efni og svo framvegis. Dæmi slíka lausnir er einmitt til dæmis sykur í vatni, það sem ég er með fastefni leyst upp í vatni. Ég er kannski með alkohól í vatni, það sem að áfengið eða þá vökvi sem er leystur upp í öðrum vökva. Koldíoxíð í vatni, það er eins og þessi gosdrykkur, þá er ég með gastegund leyst upp í vökva og svo mætti lengi telja. Í efnafræði er hins vegar líka skilgreinda 3 gerðir af lausnum sem eru þó ekki einsleitar, en það er til dæmis grugklausn, þar sem þú ert með vökva eða eitthvað leysi og þú ert með tiltölulega stór korn á dreifum leysin sem falla þá kannski gjarnan í botninn, og hér ertu þá með, ef þú hristir þessa lausn þá dreifist svolítið úr þessu og svo kannski hægt og rólega gengur þetta tilbaka. Þú getur verið með dreiflausn sem er svona hálfgert millistig milli grugklausnar og einsleitrar lausnar, þar sem að lausnirnar eru tiltölulega smáar og fyrir mannsauga þá virðist þetta vera einsleitt, en þegar rýnt er í smásjá þá myndum við sjá eitthvað mun á þessu öllu saman. Svo að lokum erum við með fyrirbæri sem kallast kvoðulausnir, sem er mjög sérstakt fyrirbæri, þar sem við erum kannski með lausn þar sem ég til dæmis olíu og vatn, það er kannski með tvö vökvar sem leysast ekkert endilega saman, en það sem gerist er það myndast oft svona örsmáar holur, þar sem þú ert með kannski hálfgerðar kúlur með olíusameindir sem mynda lítið hólf, og inn í hólfinu er kannski örlítið vatn, og þessar kúlur myndast allan vökvann og búa til þessar svokölluðu kvoðulausnir. Þannig við höfum þá raunt 4 gerðar lausnum: hefðbundna lausn sem er þá einsleitt blanda tveggja eða fleiri efna. Við erum með grugklausn, þar sem það sést mikill munur á leysi og leysta efninu. Við erum með dreiflausn sem er tiltölulega vel blönduð lausn, en þó þannig að undir smásjá myndum við sjá mun á leysi og leysta efninu. Og svo erum við með þessar kvoðulausnir sem er þá blanda tveggja vökva sem almennt blandast ekkert sérstaklega vel saman, en mynda þessar litlu
kannski til dæmis sápukúlur þar sem eða olíukúlur þar sem að olían myndar litlar kúlur sem inniheldur þá vatn.